Í dag ætlum við að sýna ykkur 3 mismunandi birtingarmyndir varma. Fyrsta leiðin okkar í dag kallast varmaleiðinni. Hér sjáum við eitt glas með köldu vatni í og silfurteskeið. Snerta skeiðina með köldu vatni er ekkert mál. Núna tökum við annað glas með heitu vatni og silfurteskeið. Núna er skeiðin orðin sjóðandi heit. Seinni leið okkar kallast varmaburðar. Þegar hiti leiðist með lofti eða vatni kallast það varmaburðir. Hér sjáum við pott með heitu vatni í og á hellu. Vatn á botninum hitnar fljótt. Þá hækkar rúmmál þess en eðlismassi lækkar. Þá fer heita vatnið á toppinn og kalda vatnið sekkur neðst á botninn og þar myndast hringrás. Það sama á sér stað í herbergi með ofni í. Hringrás myndast. Kalda loftið kemur með fram gólfinu og þar hitnar við ofninn og fer í loftið og kalt loft kemur að ofni. Þetta er þriðja leiðin. Þegar sól skín þá koma heitir geislar og þessi geislar kallast varmageislar. Svartur flötur drekkur í sig meira varma en hvítur. Til dæmis þegar einhver er í svartri lopapeysu þá drekkur peysan meira í sig heldur en hvít lopapeysa.